nota. Svo manst náttúrulega ekkert eftir því að einu sinni voru 50 dagarnir á Íslandi sjónvarpslausir dagar. Sjónvarpi náðist nú líklega ekkert alla hringinn þegar 50 dagarnir voru úti. Það tók nú áratugi að koma hringnum inn. En 50 dagarnir voru sjónvarpslausir dagar og menn voru uppteknir við það að segja við svona, já þetta er fínt, fyrir maður bara í bíó. Og þeir fóru í bíó. Og kvikmyndahúsin svona reyndu svolítið að stíla inn á það. Að vera með væri þeir á annað borð að endurnýja kvikmyndirnar hjá sér að koma inn í á fimmtudegi. Það var aldrei utan með þessi færi og ykkur með honum á fimmtudagskvöldi og horfðu eitt stykki bíómynd. Og ég var nú að viðurkenna það og maður sé náttúrulega fyrir margt lengur hættur öll þessu. Það voru ákveðna svona, var svona smá og hellingsreynda tilbreyting frá bara hversdeginum og þess vegna líka var maður að þessu. En síðan fór maður nú að gera þetta sjálfur. Ekki kvikmyndir, ég nú reyndar ekki farið út í það. Og ég nú svo heppinn maður að ég vildi strax gera þetta almennilega. Ég vildi strax vera með þau tæki og tól sem að dygðu og maður geti sagt að vera ánægður með. Og ég verði víst að segja það að tækjalega séð er ég nokkuð byrgur. En þetta náttúrulega eins og allt annað, það gengur úr sér og endist bara. Ég þó maður fari vel með þetta og endist þetta nú bara sinn endingar tíma og svo kemur alltaf að því að það þarf að endurnýja þetta og þá er alltaf sama vandamáli, hvernig á maður nú að gera það. Maður er svo sem ekkert að framleiða neina peninga með þessu verki, maður gerir þetta bara og svo sér þú það og ég sé allan kostnaðinn og þannig verður þetta áfram og þannig hefur þetta verið og ég er ekkert að kvarta neitt. Það er alltaf að vita að menn viti það svona, þetta er fyrir þessu haft og þetta kostar töluvert af aurum að gera þetta og það er vegna þess að ég var settur yfir þetta verkefni, drottinn sjálfur setti mig yfir þetta og ég er búinn að sinna þessu, já, hvað er langt síðan? Já, ég ætli ekki að byrja við þetta bara í kringu 2000, já, ég hugsa það. Og grunnurinn sem lagður var fyrir þetta verkefni var í raun og veru miklu fyrr. Ég var að taka upp kvikmyndir, 8 mm kvikmyndir og sumir sem voru með mér á sjó voru enn tórandi, muna nú kannski eftir þessum unga manni þá, hann er það nú ekki lengur. Þannig get ég alveg viðurkennt að játa það, ég var ekkert duglegur við að taka kvikmyndir, ég var ekkert mikið við þetta. Þó að maður eigi svona samtímingurinn sé einhverju 2-3 klukkutíma eða 4-3 klukkutíma eitthvað svoleiðis samtals. Og svona eftir á ekki þá segi ég nú svolítið eftir því að tímarnir maður minn hafa nú heldur betur breyst frá því að ég var á sjó. Þetta er alveg orðið bylting þar, bæði í sambandi við tæki, í sambandi við veiðigetu og stórlega fækka mannskap á þessum skipum og það er eitthvað, ég veit ekki, allir séu 2000 sjómenn núna, skráðir, ég veit það ekki. Ég held ég verið mér rétt mál að þegar ég var í þetta, 1970 byrjaði þá held ég að sjómenn hafi verið á milli 5 og 6.000 eða milli 6 og 7.000, eitthvað svoleiðis. Þannig þessi sjá að það hefur orðið mikið mannfall þar, ekki mannfall en svona, en náttúrulega eru þó bara að vinna ykkur starf annar staðar, en sjómenn voru miklu fleiri. Ef þú vildi kaupa þér bát, þá bara að þú væri með veskið og svo fórstu að skoða hvaða bátar væri til sölu og svo bara keyptir þú þér bát ef þú vildir og treystir í það. Það sagði enginn neitt í því og svo bara réðið þú skipstjóra á þinn bát og svo auglýsti
skipstjórinn eða útgerðin á áhöfnina og menn fóru að tínast borð. Þangað til áhafnartalan var fyllt, sem var svona þegar mest var á þessum bátum 12 menn. Væri báturinn að fara á netavertið, þá var yfirleitt 12 manna áhöfn, 11 eða 12 manna áhöfn. Og það voru tugir og hundruðir bátar sem voru með þessar áhafnir borð og eins og ég segi, þá var áhafnartala að tala sjómanna þegar ég í þessu, já, 5, 6, 7.000. Ég held að hann örugglega ekki verið fleiri en það. En núna eru þeir, já, kannski 2.000, rúmlega 2.000. Þessi skip sem við erum að sjá í dag, þetta eru mikil veiðiskip með svo stór veiðarfæri, það tekur bara langan tíma að kasta þessu, þetta svo stórt. Togari með flottroll sem keyrir út flottrollið, hann bara góða stund að koma þessu aftur af sér. Einu sinni var að tala fótboltavöll. Það þótti alveg svakalega mikið, er það ekki 3, 4, 5 eða 7 eða ég veit ekki hvað eru margir í dag, opninni á þessu. Það var alltaf miðað við fótboltavöll. Og þetta eru þessi ágætu skip að draga þetta undir yfirborðinu og þetta gleypir þvílíkt magn af fiski að 2000 tonna skip og til að mynda kolmunna eða síld eða bara á þessum uppsjávarfiski, þeir eru að koma með fullvermi jafnvel að landi eftir 2-3 daga. Þannig að þú sér að afkostin er mikil. Þú getur nú rétt ímyndaðir það hvernig ástandi væri ef engin stjórnun væri á þessum málum. Það verður að vera stjórnun á fiskveiðimálunum og við reyndar gripum allt og seint í það skott. Það var verið að þurrka upp mið hér og þurrka upp mið þar og svo var þetta bara sjálf hætt. Þessum á okkur munum síldarárin og það var allt saman, öll hugsun var síld og síldiðar og togaragreyin, mikil og stór skip. Þeir voru bara bundnir við bryggju, menn kannski hafði ekki mikið náði að gera þessi skip út, ég hitti á miklu meira afstjörn. Svo var orðið svo svakalega erfitt að manna þetta. Þess vegna lágu þessi skip út á ytri höfninni til að mynda í Reykjavík. Ég man nú aldrei eftir þeim í Hafnarfirði, en það eru til myndir af gömlu skipunum, gömlu togarunum sem voru þarna út af sundlegin í Hafnarfirði. En það var vegna þess að nýsköpunarskipin voru komin og þessi skip, gömlu togararnir voru bara úreltir. Þetta voru lítil skip og svona vannmáttu svolítið og stóðust engan veginn í kröfurnar sem að menn gera aðbúnað og annað og þau voru bara þarna lögð og það náttúrulega vildi ekki kaupa þetta því að aðri tíma voru komnir upp og menn farnir að gera út miklu stærri skip. Þessir eldstu skip, þau voru rúmlega 200 tonn og mönnum fannst það nú aldrei vera stór skipmaður og þeir nýttu hvorn í annan og svo þetta er ósvakvægt og þú þolir öllu veður. En þeir fengu nú að reyna annað karlagrein í svokölluðu halaveðri þegar að 1 eða 2 eða 3 skip bara sukku undan veðrinu og þá sáu menn það að þau þola nú ekki öll veður þó þau kannski þoli mörg veður. Öll mannanna verk, þau ekki það vel úr garði gerða að þola hvað sem er. En þetta er svo sem hugsun hjá mönnum vegna þess að maðurinn er svo rosalega hrokafullur. Þetta hefur alltaf verið svona með mannin og við lesum það í Biblíunni þegar hrokinn steigði svo til höfuðs að þeir horfðu bara til himins. Ef ekki bara byggja okkur turnu til drottins. Þetta var nú ekki neitt grín því að svo fórum menn að plana og teikna og rekna og mæla og skæla, skæla eftir á allan.
svo ég hófustur bara að anda. Þeir voru að fara í kaffi til drottins. Þeir bara að fara þá með gangandi. Við vissum náttúrulega ekkert hvað þeir voru að fara út í, en orðið segir það að þetta sé fyrsta fyrirtæki mannanna, þannig að þetta hefur verið alvöru fyrirtæki með allt sem eitt fyrirtæki hefur. Þarna voru arkitektar, þarna voru verkfræðingar, þarna voru verkstjórar og allt hitt og náttúrulega fullt af verkamönnum að byggja turn. Og hann byrjaði og það eru til einhverjar útlínur fyrir þessum turni. Hann komst ekki nema eitthvað nokkra metra og veistu af hverju hann hætti. Drottinn leit niður á verkmannana og svo sagði hann, no, eru svona klárir bara? Og nú ætla ég að sýna þeim hvað ég get. Þetta var ekki neitt inn í planinu hans, eins og oft hefur verið. Svo komu þeir daginn eftir og verkstjórinn kemur og sagði, Konráð, farðu nú í þetta verkefni, veitu, hvað að segja? Farðu þarna í þetta verkefni og ég bara skil ekki hvað þú ert að segja. Konráð minn, ég bara bótt ekki neitt í því hvað þú ert að segja. Hvað í gangi? Strákar? Og þeir litu upp og skildu ekki hvað kallinn var að segja, þeir skildu ekki inn í svona strákar. Og þau svöruðu á máli, en ekki því máli sem kallinn var að tala. Og svo, ég veit ekkert hvað í gangi, hvað að segja? Þú voru að tala hægar og ná þessu. Og hann talaði hægar og það gekk ekki, því þeir skildi ekki hvort annan. Og þannig endaði nú sagan byggingu Babelsturnin. Og hann var skilinn eftir bara eins og hann var og var það ekki einhver bygging hérna á Evrópusambandinu. Þar á að víst að vera einhver hálfbyggð eitthvað sem ég hef heyrt að sé þarna, ég reyndar hef aldrei komið þarna. Sem náttúrulega bara myndin af hroka mannsins í öllu sínu veldi. Og við munum hvernig síldin var, og bara einn dag þá kom hún ekki, við fundum hann ekki. Og það var sett blátt bann við síldveiðar í ykkur 4 ár. Og ég var á síldveiðum 1970 haustið á bát, 250 tonna austurþýskum bát. Það var til slatti af þeim. Og þetta voru mikil og góð skip, en já, þóttu nú stór á sínu tíma og við förum að veiða síld. En því miður við fundum enga síld. Við vorum heppnir og við köstum eitthvað tvisvar að þrisvar á þessum 4 mánuðum. Það var bara að drekka kaffi og skipið að leita ef menn voru að reyna að vinna. Ég man eftir því að við fengum 100 tonna kast. Það var aldrei skaman þegar við komum í hafnmaður og allar konurnar alveg hlupinir á bryggju til að salta og hlæjandi og brosandi og gaman og svo þegar þetta var nú að vera búið þá brosti enginn og allar dauðu vegna að komast heim aftur. Við fengum held ég einu sinni í viðbót einhver 10 tonn og þá hefur aflinn sennilega verið 110 tonn en þetta var 4 mánaða úthald. Þannig að við þáðum bara okkar tryggingu, við vorum ungir og fallegir menn og vorum kannski ekkert alveg, þannig við fengum alltaf þessa tryggingu og mann má ekki hafa en þannig að við vorum á ágætis launu, við erum fyrir að gera ekki neitt. Bara eta og sofa og já, eta svo meira. Þannig að maður kvartar ekkert undan þessu en þetta var sem sagt síðasta síldveiði árið á Íslandi og svo var það aftur leyft 1975 og þá var ég einnig á síldarbát og við vorum í Norðursjónum fyrirlutan yfir sumarið. Svo komum við heim eins og alltaf var og tókum eitthvað 3 vikna frí heima. Svo fórum við haustið og rakleitt austur á firði, ég man ekki hvar við vorum að veiða, og tókum skammtinn okkar, síldarskammtinn, í 3 ferðum minnum mig og svo fórum við þaðan bara niður í Norðursjó og vorum þar fram undir jól.
Og ég man alltaf eftir því að þegar við vorum að veiða síldina í fyrsta skipti eftir ef henni opna var á það aftur, þá sögðu við allir vá, svaka stór síldmaður. Hún var miklu stærri heldur en síldin í Norðursjónum sem var yfirleitt frekar smá. Ég veit ekkert hvort að þetta var ungfiskur eða hvort að síldin í Norðursjó yfirleitt smærri. Það getur alveg verið, ég bara hef aldrei pælt neitt í því. En allavega hún var talsvert stærri íslenska síld en þetta voru hálfgerðir hrúnkar fannst manni. En við vorum náttúrulega ekki að senda á markað á Eskifirði, við lönduðum þar. Heldur var það eins og bara í öll skiptin þar sem þetta var gert, bara fast verð. En við fengum náttúrulega ágætt út úr þessu, það vantaði ekki. En markaðsverðið í Skagen í Danmörku rokkaði og það var bara mjög gott verð, við vorum svo heppnir. Og þessum báta við seldum yfirleitt bara mjög vel. Þannig að það voru rífandi tekjur á þessu. En maður náttúrulega náði að vera alltaf blankur. En það svona hefð ungra manna sem kunni ekki að fara með peninga og voru á þeim aldrei að þeir voru að nota peningana sín í annað heldur en að leggja þau í banka. Og ég var með þar á fullu. Þú segir engu frá þessu. Góðir tímar. Og það er komin langt síðan ég hætti þessu. Áratugir maður. Ég er alltaf að tala þetta. Veistu af hverju það er? Þetta er svo ferskt í mínu minni. Þessi tími á sjónum, ég velti oft fyrir mér af hverju. Auðvitað leiddist manni oft á sjónum og allt saman það. Var ekkert skemmtilegra þar heldur en bara annars staðar. En það var samt þannig að þetta einhvern veginn situr svo fast í manni. Ég hef svona oft velt því fyrir mér. Ég eiginlega man ekkert svo mikið af öðrum vinnutíma sem að ég var og samt leið manni alveg ágætlega á þessum stöðum öllum og allt saman það, þannig að það var ekki málið. En hérna, við erum að fara á stund og eftir. Hún að detta inn, ég ætla nú ekki að kjafta svona lengi. En ég verði eiginlega bara að kveðja. Ég verði bara að kveðja.